Já, komið þið sæl og velkomin í þennan undanúrslitaleik Kartöflur á móti Hrútum. Bjartur Hafþórsson heiti ég, eða Sakila, og með mér að sjálfsögðu Sævar eða Asetja. Já, Kartöflur og Hrútar stóðu þessu bæði gríðarlega vel í gær og það má kannski aðeins minnast á það hvernig þetta er uppsett hjá okkur að þetta er undanúrslitaleikurinn og sá sem að vinnur hann er náttúrulega bara tryggður áfram í úrslit. Þeir sem að tapa keppa svo í því sem kallað er loser finals eða sem sagt úrslitaleikur þeirra sem að eru búnir að tapa leik og það lið sem að vinnur þann leik verður hitt liðið í úrslitinu. Þannig að liðið sem tapar þessum leik gæti samt sem áður komist í úrslit með því að vinna útlaga í loser finals. Þannig að þetta er kannski ekki svona alveg síðasta von en það er allavega ansi gott að vera búinn að tryggja sig eftir þetta, myndi ég segja. Já, heldur betur. En í dag þá erum við að spila aðeins annað en í gær. Í gær þá vorum við að spila, var í rauninni verið að spila upp í 2 stig en nú að vera að spila upp í 3. Þannig að það er best out of 5 og fyrsta mappið í dag verður Ilios. Það er gríska góðlandið eða hvað sem við viljum kalla það. Já, Ilios. Ilios. Sólarmappið. Já, bláu þökin. Ég var pínu að pæli að fara til Grikklands í sumar. Ég var næstum búinn að gera það. Já, þú veist ekki vera að því. Nei, ég ætlaði að fara til Krítar og einmitt fara á nokkrar af þessum eyjum, sko. Já, það er verið gaman að sjá. Var það út af COVID sem áfust ekki? Já, ég var búinn að fylgjast með þessu og rétt fyrir brottför. Ég ætlaði að fara með litlum fyrirvara ég hefði farið og svo kom Delta afbrigðið og það var ekki mjög gott útlit, þannig að ég hætti snarlega við. En ég tók ákvörðun svona það viku áður en flugið var, annars hefði ég bara skellt mér, sko. Jæja, 10 sekúndur ákveð við fáum að sjá liðin. Kartöflur vinstra megin, Hrútar hægra megin. Ready for battle. Já, útlit fyrir dive tankline á Kartöflum. Já, virðist alltaf vera double bubble Hrútamegin. Já, en hins vegar Makrí í báðum liðum. Já, enda rosalega góð DPS. Já, og reyndar líka Tracer báðum megin. En kannski verðt að minnast á að það var reyndar breytt. Já, nú breytt föru. Bara Mercy hjá Hrútum. Já. Það verður áhugavert að sjá hvernig þetta er. Auddi þarf þá svolítið að eyða tíma í að reyna að díla við kúasmalanum út í múti þarna í farmar sínu. Það er rétt. Og Raketinn er strax farið að hrynja yfir kartöflunar. Sem að geta Snoop Ferret er ennþá að söppa inn fyrir Meatloaf í dag í kartöflum. Ennþá enginn fallinn í þessum bardaga. En Signature, já, er tekinn hér út. Og Partus virðist vera fyrir Partus. Já. Sjáum að kartöflur ná að kappa pointið. Farmersíð hangi fyrir ofan pointið. Pínu féluleik. Já, kúasmalinn finnur auðvitað og QRT. Það er erfitt fyrir kartöflur að díla við kúasmalan núna. Fyrst að aðal hitskannan er farinn og annan líka. Eiginlega ekkert sem að kartöflurnar getur gert, þannig að nú er tíminn fyrir Hrútana. Sjáum hvað gerist hér. Partus og Signature mætir á pointið. Signature er tekinn út af Snoop Ferret. Gummi finnir svo Snoop Ferret á móti og núna gætu Hrútarnir. Á endurtatt. Nú er þeir að snúa þessu við kúasmalinn. Það getur enginn gert neitt í honum ef Auddi og QRT er ekki á lífi og það sást algjörlega hér. Hrútarnir ná að snúa þessu við, vel spilað. Virkilega gott target prioritization þarna hjá kúasmalanum að fókusa Audda og QRT hratt niður fyrst. Hérna sjáum við últið koma út frá gulum gaur, Primal Rageið. Ætlaði væntanlega að henda ykkur út af, kemur ekki inn. Kúasmalinn finnur aftur báða hitskanana. Ég held að Fel gætur þetta að fara að skipta. Hjálpa til við þetta. Þetta er alvöru vesen.
gulur gaur svo finnur hann 2 í clean-upinu en kúasmalinn, það er mjög erfitt að díla við þetta að hitscan DPS-arnir eru dánir og Hrútar konum með fórustu hér í prósentum. Sjáum hér Gumma með fólksbámið sitt. Og Öddi finnur reyndar hérna út í múti á Mercy og Snoop Ferret er farin að elta kúasmallan með Primal Rage-inu sínu. Hins vegar kemur út Shatterið frá Endertat. Finnur Partus í kjölfarið af því og Signature fellur líka. Kartöflur virðast að taka pointi hérna. Og kúasmallinn fellur á lokum, enda ekki með Mercy-ina til að heala sig. Þetta byrjar mjög spennandi. Kúasmallinn heldur sig á förinni. Kartöflur er ekki búinn að gera neina breytingu á sínu liði. Pulsebombið hittir engan. Fes væntanlega ætla að ná Signature hana. En hérna sjáum við grafið koma frá Partus. Brynkilíð sendur heldur í sambarriðin. Góðu sambarriðir og bjargaði sjálfum sér og Snoop Ferret hana. Hérna kemur pulsebombið frá Gumma, finnur engan heldur. Snoop Ferret alveg að falla en fær top-upið frá QRT vel spilað og tekur svo Signature út. Endertat með pinnið sem að finnur reyndar engan og kúasmallinn tók báða hitskarana út aftur. Hann er góður í að fókusa á targetin, veit hver hann á að taka út fyrst og Snoop Ferret að reyna að taka femmasíð í loftinu. Já, annars getur sem að reyna það. Það er spurning hvernig þetta fer núna þegar að kúasmallinn fær að leika lausum hala í smá stund og finnur Snoop Ferret á gulgaur á Endertat. Hrútarnir ná væntanlega að snúa þessu við hérna, kappa pointið, það er bara Fes sem er eftir. Ná að kappa pointið og Fes fer út af mappinu og Öddi er tekinn svo í kjölfarið. Nú hlýtur Fes að skipta eða hvað. Kúasmallinn er með últið, það er auðvelt að slökkva snemma í þessu. Já, ég hafði rétt fyrir mig að Fes fer yfir í Soldierinn. Verður að fá hjálpan Öddi við að díla við kúasmallan núna. Þetta er mikið í húfi. Hérna fær kemur Nanoið yfir á kúasmallan og hann finnur Ödda strax og hendir svo í barrasi og finnur Endertatinn líka og QRT getur einhver stoppað kúasmallan. Það er bara Brynkilius sem er að komast náldið þetta pointið og Fes reyndar líka gera það báðir en spurning ef að það endist. Og þetta virðist vera búið eða hvað, Endertat alveg að komast inn en tekst ekki og Hrútar takk. Score 0-1. Ready for battle. Five, 4, 3, 2, 1. Round 2. Capture the objective. Já, það virðist að hafa verið einhverjir tekníku örleikar hérna hjá kasturunum. Tölva mín í svo miklu spennufalli eftir þetta að hún ákvaða að bluescreena en ég er að koma aftur. Þú ert komin aftur. Þetta byrjar voða hægt hérna, enginn fallinn enn. The objective is now Der Kampf ist noch nicht vorbei. Your support has arrived.
Já, gulu gaur Nano er á pointinu. Hendir svo í Primal Rageið. Sjáum að, já, hrútarnir virðast vera að snúa sér aðeins við, eða hvað, Snúf Ferret hendir svo í sitt ult og Brynkilius nær að ressa QRT. Undi dettur hérna ofan í velið. Hérna kemur Grafi út frá Pardus og spurning hvort það sé nóg. Snúf Ferret dettur í hóluna, hann hoppar aftur upp úr. Og Endertat finnur remake killið, QS-málinn Nanoaður, næri ekki að finna neitt með þetta einu samt sem áður. En Endertat missir mekkið á nýjan leik og hrútarnir gætu verið að ná að snúa sig hérna við. Einn eftir að pointi með Brynkilius og já, Fes reynda komin aftur. En dugar ekki til og hrútarnir ná að kappa pointið. Stöflunar safna hér liði og eru aðeins að byrja að snerta pointið. Snúf Ferret fer einn á móti QS-málnum, veit ekki hvort það verið góð hugmynd, deyr næstu því en ekki alveg. Hjá Fes. Nano er líka á gulan gaur á sama tíma sem hendir svo í Primal Rage. Fes fekk ekki mikið value út úr þessu. Gulu gaur hins vegar náði Brynkilius og Auddi finnur QS-málan með pulse-bombinu. Snúf Ferret í baráttunni við supportana í hrútum, hættir svo við og fyrir að hjálpa til við að hreinsa upp gulan gaur. Hér kemur út bomba frá Endertat og finnur Signature. Pardus hins vegar svarar með því að taka Snúf Ferret út. Hér er allt í járnum QS-málinn, hendir í deadeyið, finnur Fes og endan. Finnur Fes. Og hrútarnir líta vel út hér með 5% eftir, bara Snúf Ferret að koma tilbaka á point. Væntanlega fljótur að taka hann út eða hvað, já. Spurning hvort einhver annar er að snerta, ég efa að jú. Kemur inn, Endertat og Brynkilius. Fes kemur hérna á pointið líka. Það er smá vonaglæta eða hvað. Lítur ekki nógu vel út fyrir kartöflur hér. Hrútarnir virðast vera að taka þetta map, en sjáum hvað setur jú. Það kemur á endanum. Það var staðan 1-0 fyrir hrútum. Sjáum hérna play of the game. Play of the game. Væntanlega QS-málinn á förunni. Kartöflur er erfitt með að díla við hann og var mjög góður í að finna einmitt þennan mann. Já, þið voru ekki kannski með nóga mikið til að díla við hann eftir. Nei. Voru svolítið lengi að skipta yfir á annan hitskam. Viðst afsökunar að það var dottið þarna út, það var óöpilegt. Það er greinilega að fara að já, setja töluna minni í baði eða eitthvað, kæla hann aðeins niður. Við látum það ekki á okkur fá. Nei, við kemum það ekki. Nú komum við að kartöflum að velja map. Já, og það mun vera control map. Nei, það má ekki vera control map. Það má ekki vera. Já, það er sem sagt þannig að þau mega velja, það má aldrei vera sama map type 2 í röð, en ef þú átt að velja map, þá máttu velja hvers konar map sem er. Já, það var svoleiðis. Þannig að það verður spennandi að sjá, já, velja Junkertown, sýnst mér. Þannig að það verður fyrsta escort mapið. Já, við höfum oft séð kartöflur mjög sterka á einmitt Junkertown. Já, Fes líður vel á Vidoni hérna. Vidoni hér, já. Við sáum svakalegan bardaga í almennudeildinni í vor. Milli einmitt Fes og hver var það? Var það ekki placeholder í... Jú, gott ef það var ekki placeholder, já. Já, svakalegur rígur þarna á milli... Sem var í hefnd. Vidó spilara. Já, virkilega skemmtilegt og það verður gaman að sjá hvort að svipaði taktar verða að koma fram hér. Ég sagt að fyrra rándið á Ilios var aðeins jafnara heldur en seinna rándið. Já. En kartöflurnar koma samt upp í 50% seinna mappinu, seinna rándinu, þannig að... Já, þrátt fyrir að hafa átt einmitt í erfiðleikum í fyrra rándinu með börn. Já. En já, sjáum hvað setur hérna á Junkertown þegar við komum þangað.
gaman að fylgjast með escort map. Þetta nú map sem að hefur svona gegnum tíðina verið mjög algengt að spila doppul sniper á, við erum með bæði Hanzo og Widow. Já, það er rétt. Og Ash hefur enda verið vinsæll hérna líka. Já, og sumulegis sem maður oft séð Pirate Ship kampina. Já. Sem sagt með Bastion á pelotinu. Það gengur svo sem undir ýmsum nöfnum, sumir segja Pirate Ship, sumir segja Protector President, sumir segja eitthvað allt annað. En einmitt þá er maður yfirleitt með Bastioninn á pelotinu og já, yfirleitt kannski Orisu fyrir framan hann til þess að hún geti gert eitthvað meðan hún er bara þarna. Já, og við hefum einmitt oft séð Kartöflur spila það á þessu mappi. Já. Það verður gaman að sjá hvað gerist hérna. Það er að koma hérna einn sub hjá Hrútum, Gummi ætlar að fylgjast með á þessu mappi og Big Sves kemur inn. Gaman að sjá hvort að hann ætlar að láta til sín taka, kemur hann þá inn í DPS-rólið sem að Gummi var að fylla. Já, mjög líklega. Ég væri nú ekki til að eiga heima á þessum ruslahaug. En ég var að hugsa nákvæmlega það sama. Kannski ekki þessum ruslahaug, en Ástralía er nú fínasti staður að búa. Já, já. Þegar maður kemst fram hjá skordýrunum Og gróðureldurum. Já, og það. Það er kannski svolítið heitt. Já. Já, svona má kannski velta sér upp úr því hvort það hafi verið skógareldar hérna. Það er ekki mikið að gróðri. Nei, það er smáraði. Já. Jæja, þá fáum við að sjá. Já, Fes tekur Widow eins og okkur grunnaði og Big Sves ætlar að koma inn á Genji. Þetta er nú kannski ekki algengasta Genji map sem maður hefur séð. Nei, og maður hefur séð mjög lítið af Genji undanfærið. Já, vissulega. Attackers incoming in 30 seconds. En Hrútarnir virðast vera confident og ætla að spila Brigitte með. Hún er nú kannski heldur ekki búin að vera upp á sitt allra besta undanfarið. Nei, en Hrútar hafa spilað hana svolítið. Múti mjög öflugur á Brigitte mitt. Þetta er enda map sem að mér finnst persónulega mjög gaman að spila Sigma á defensinu. Þetta er hérna, mér finnst það mjög þægilegt ef ég er með einmitt Reinhardt eða Oris eða eitthvað með mér. Eins og Kartöflur ætlar að gera núna. Ég er bara mjög samanlæður. Jæja, Hrútarnir komnir á vagnin. Og já, Gulur Gaur stekkur inn og fær búbluna. Beitar Kjarni frá Eldesat. Á Kartöflum. Kúasmálinn finnur svo QRT hérna. Gulur Gaur ennþá í baráttunum Endertat á bakvið. Fór eftir svo á endanum. Og Auddi og Kúasmálinn í einhverjum smá stimpingum. Gulur Gaur ætlar svo að refsa Fes og stekkur inn en næri ekki til hans. Fær bakka frá Big Sves en bakka svo bara báðir út og hér kemur Antíið frá Bringilius. Virðist þetta vera hérna aðeins að angra Fes. Sem Endertat er orðinn staðfastur og kominn ofan á peloti og Fes finnur fyrsta pikkið sitt hér á Gulan Gaur en Kúasmálinn fljótur að svara fyrir það. Fes hins vegar tekur hann út á móti. Verður virkilega gaman að fylgjast með þessu. Signature, sóðand á pelot. Fes reynir að hitta, tekst ekki. Sjáum að Snúferett fær nanóið og Antti á Múti, hann er lár. Gæti verið í vesenni. Kemur svo út Graviton Fluxið frá Snúferett og Fes finnur Kúasmálan. Kúasmálan er komin yfir á Widow. Endertat sjattir á svo bara nanóan Gulan Gaur. Og ætlar að hreinsa hann upp en Gulur finnur hann á móti. Og Kartöflur er einn eftir inni. Já, Kartöflur virðast alltaf stabilisa og ná að stoppa þetta pelot í smásnund allavega núna. Endertat að koma tilbaka, fer væntanlega beint á Gulan Gaur. Endertat að reyna að taka Gulan Gaur hérna. Það spurning hvort þið ná að drepa hann áður en að liðið hans kemur aftur. Svo virðist ekki. Nei, hann ultar á móti! Það er alltaf að gera þetta í baklínunni og Hrútarnir er að mæta aftur að pelotinu. Kúasmálinn finnur Fes strax. Bringilius er að slípa Gulan Gaur hérna. Sleppa þar að leiða undan honum.
Kúasmalinn finnur auðvitað líka og hér kemur út bleitið en Brynkilius slekkur strax í því en það breytir ekki því að Rútar að rústa þessum bardaga og fara með payloadi hérna alla leið. Vel gert. 4 mínútur sem að Rútarnir hafa þá til að ýta þessu á næsta legg. Sér virðist alltaf hafa smá Widow aðrenna. Sem að Big Sves að reyna að deflekta því sem að Fes að gera. Fes bakka bara sögum þess, býður eftir liðinu sínu. Hér stekkur Gullugur inn en fljótur að fara aftur niður. Endurtalt mætir á payloadina, Big Sves finnur Snoop fær þetta með hann. Auðvitað hins vegar slekkur í Big Sves. Endurtalt fær Nanoið, hendur í Shatter. Þetta getur verið rosalegt, finnur Signature. Booty Moody tekin út á meðan og Endurtalt finnur Partusin líka. Þá er það bara Kúasmalinn hérna, fær fægistrækki andlitið en ekki tekin út. Og nú þurfa Rútarnir að bakka, tafna sig saman. 3 mínútur. Partus og Gullugur báði konum með ult hérna. Kúasmalinn líka finnur auðvitað hérna á glæsilegan hátt. Og ætlum við fáum ekki að sjá grafið koma út hérna til smástund. Spurning hvort að auðvitað að hendi þetta meðan, nei áður fyrir Kúasmalinn. Rosalegur á Widow, finnur Brynkilius hérna. Moody að íta payloadinu hérna. Það er alveg frið til að gera það, en það flestir í kartunum bara úr leik. Já, þetta lítur ekki alveg nóg vel út fyrir kartöflur. Mér sýnist að Hrútarnir ætla bara að koma þessu alla leið að legg 2, já. Og hafa þá 3:45 til að fara með þetta alveg út í enda. Hér er Gullugur kominn djúpt. Hann fær búbluna frá Partus sem er búinn að taka high groundið hérna. Spurning hvernig baráttan á high groundinu fer hérna. Svolítið margir á því frá báðum liðum núna. Og hér virðast kartöflur ná að gera ýmislegt. Finna Partus, slípuðu nano-breytandi Gentíinn nano-aðan svo, nei anti-aðan svo en hann lifir þetta af. Fann líka Brynkilius, Endurtalt finnur Kúasmalinn með hann en Fes finnur svo Signature. Kartöflur virðast vera að taka yfirhöndin í þessum bardaga. Booty Moody fellur líka og bara, já, Hrútarnir væntanlega bíða bara til restina af liðinu sínu hér sem gefur Brynkilius tíma til að koma tilbaka. Þannig að hann var einmitt tekin út af Genty leið og hann vaknaði. Kartöflurnar ætla að halda sig á high groundinu. Big Sves mætir upp og Partus kemur með gravitónið. En Immortality fylgdi gott frá QRT. Endurtalt svo með Shatteri hérna á gulan gaur og tekur hann en Kúasmalinn vinnur enn eitt vitadúalið. Kartöflur samt sem áður virðast vera með smáæðis yfirhönd eða hvað? Já, nú virðast Rútar bara þurfa að bakka. 2 mínútur á klukkunni. Og já, tankarnir í kartöflum eru tiltölulega framalega. Ekki á high groundinu lengur. Spurning Það er mjög hægt þegar hérna. Gæti, já, ég refsa honum. Snúfverð næri ekki að koma sér tilbaka. Endurtalt að koma sér aftur upp á high groundið. En já, Hrútarnir að ná að pússa Auddi. Kemur nanobleitið hjá. Úff, en hann ótrúlega lágur Big Sves. Já. Var anti-aður, í baráttinu við Fes sem að finnur hann með headshoti. Fær svo nanoið og finnur Signature líka. Svakalegur. Virkilega vel gert. Kúasmalinn eins og slekkur svo í honum. En kartöflur eiginlega búin að vinna þennan bardaga. Sýnist Partus og félagar bara vera að bakka. Hér kemur út, já, infrasætið frá Fes. Gullugur í miðju Primal Rage. Booty Moody á rally. Snoop Ferret
komið með Graviton Fluxi líka. Raunar mikið á últum á detti hús hérna hjá Kartöflum og hér kemur fyrsta þeirra Fluxið. En finnur engan, eða nær allavega ekki að slökkva í neinum. Kúasmann komin í Fes flankar við slípaður aftan. og gulur gaur að ganga hamagang hérna. Og núna eru hrútarnir búin að vinna bardaga og með 20 sekúndur eftir á klukkunni alveg að vera komnir alla leið. Líklega nær einhver að snerta þetta. En það er ekki alveg víst. Snúper skiptir yfir í Roadhog hérna. Jú, Auddi kemur og snertir og þá koma Kartöflurnar alla tilbaka, einn af öðrum. En það er spurning hvort að tap ekki svolítið á því að vera svona dreifið eða hvað endur það. Hendir í sjatterið. En er tekin út af gulum gaur og nú eru Kartöflurnar í nauðvörn. Auddi einn eftir, reynir að halda svo lífi, reynir að komið overtime. Fes komið tilbaka á Doomfist, QRT, Baptiste. Hendur í Immortal til að bjarga Fes. En falla báðir, Auddi ennþá á lífi hins vegar. Hér kemur endurtatt á boltanum en er grafaður. Og já, Big Sves slekkur í honum ásamt Pardus. Vel gert hjá hrútum að komast alla leið en fínasta vörn á Kartöflum á síðasta legg. Algjörlega, þetta náðu að taka eitt í overtime með þeim. Já, leiti ekki vel út endilega þegar það voru 4 mínútur eftir til þess að klára þetta en já, tíminn getur runnið manni hratt úr greipum og sérstaklega eins og gerist hér. Þetta var virkilega vel gert á Kartöflum, óheppilegt að missa þetta niður alveg í endan. Þeir virtust alveg vera með þetta þangað til að já, það snýrist allt í einu upp og sprakk í andlitaðum. Þeir voru með 3 últ þarna fyrir síðasta bardagan. Það náðu bara ekki að einhvern veginn tengja neitt og já, þurftu að lúta í lægri hlut sem olli því að já, hrútarnir náðu að komast alla leið. Þetta er virkilega erfitt að reyna að stöðva sóknina þegar að þetta er rauninni komið þannig að það er bara einn að hlaupa inn í einu til að snerta pointið. Man er ekki mikið að gera. Það var orðið erfitt að snúa sig við. Það er gaman að sjá hvað gerist hér. Auddi virðist að fara á Reaperinn og Kúasmalinn reynda komin yfir á Mei. Annars eru liðin ágætlega svipuð. Já. Snoop fer þetta ennþá þessum Roadhog sem var búinn að skipta í hérna undir lokin á síðasta rándi. Mér sýnist að það ætla að vera spánklampina hjá hrútum. Já, hrútarnir standa ansi nálægt, hins vegar eru Kartöflurnar allavega á hæggrandinu. Og hér kemur Krókur og Auddi finnur signature, Kúasmalinn sem svaraði með QRT. Kúasmalinn slípaður og tekin út. Og Auddi flottur hér á Reaper. Þess að íta payloadinu hérna. Spurning hvort það náði pikkum í leiðinni. Snúferett missir húkinn en veitir gríðarlega mikla pressu og brýtur skjöldinn hjá gulum gaur sem að neyðist til að bakka. Og Kartöflur að koma sérna undir brúna. Nú er Fes komin í stöðu. Spurning hvað gerist þá. Gulur gaur reynda með skjöldinn svolítið fyrir. Gulur gaur húkkaður hérna og tekin út en Pardus svarar með QRT. Rinkilius er komin með nanoið. Sömulegis er út í múti með gluggan sín megin. Fes finnir Kúasmalan. Það er gaman hann á headshot á Tracer en hann finnur Big Sves líka. Sem kemur endurtatt. Charger í átt að hrútunum og býr til fullt af plássi. Og núna eru já, Kartöflurnar eiginlega bara komnar með þennan legg. Já, Þetta staðfest. getur verið hættulegt að gera tilraun til að spánkjampa því að það gæti enda svakalega. Kemur bæði sjattir eitthvað mót hérna. Sjattir frá bámáttum en endurtatt er enda með Nano og er Immortality fylgdi. Snoop Ferret hendir svo bara í hólhokkið. Hann er í smávægilegu bastli og fellur á endanum fyrir Kúasmalana. Kúasmalinn hins vegar gæti verið í bastli. Eða hvað, já, fellur á lokum. Já. Spurning hvað Auddi og endurtatt gera hérna í framlínunni hjá Kartöflum. Auddi kemur Endurtatt bara slíkaður. Auddi íti payloadinu. Fes eitthvað að kýtla Big Sves. Það er eitthvað smá. Hér eru hrútarnir að nálgast nokkur últ. Með Gravitonið, pölsbombið og bleitið. Hér kemur Gravitonið og bleitið. Og það var allir anti-æðir þarna. Þægilegt clean-up fyrir Big Sves sem gerir þetta samt vel. Og það er bara Rinkilius eftir á payloadi og hrútar, já, ná aðeins áttum.
Og fá smá tíma hér. Já, og Kóasmann situr ennþá á portbompunni sinni sem hann átti í barðaðanum. Mikið rétt. Alveg óþarf að nota það. Vel gert að geima það. Margir sem hefði bara ítt á Q til öryggis vonar að vara en búa þó að ég getur notað snemma í þessum bardaga til að slökkva hratt í kartöflunum. Líklega reynir hann að gera það. Hér kemur hins vegar glugginn frá QRT. Setur hann á payloadið þannig að hann færist með. Virkilega skemmtilegt play hérna á QRT. Fengi að nýta gluggan aðeins lengur. Sögum þessa en Big Sves finnur svo auðta. Það er dýrt. Og Kúasmalinn nær Byrgilius. Núna eru kartöflurnar í vesenni. Hrútarnir komnir langt inn í þá. Endurtap nær Kúasmallinum en það er ekki nóg. Og hrútarnir, já, kaupa sér enn meiri tíma hér. Kartöflurnar komnar niður í 3 mínútur úr 5. Eiga reyndar ekki langa leið eftir en þurfa að vinna bardaga til að geta komist restina. Já, og takt eftir að styttist í flest últin hjá kartöflum. Komum með 3, styttist í 2 og hálnaðar í Baptiste-últið. Já, það verður spennandi að sjá hvað gerist en hins vegar er komið Nanoblade í hrútum og Shatteri líka. Þannig að við gætum farið að sjá últsprengingu í þessum bardaga. Kartöflurnar fara niðri og ætla að halda sig úr sjónlínu. Kemur fyrsta últið, Shatter frá Endertat, finnur reyndar engan Gulugaur, kemur sem er rosalegt Shatter á móti en enginn að hjálpa honum, skiptir ekki máli. Kúasmalinn Klínar þetta vel, virkilega vel. Virkilega. Og kartöflurnar neðast til að bakka enn eina ferðina. Big Sves reynir að ná Fes á leiðin út en gengur ekki. Þetta er erfitt. Hrútarnir eiga ennþá Nanobladeið inni og komið með Graviton Surge líka. Það verður erfitt fyrir kartöflurnar sem eiga reyndar Nano og Pulse Bomb en já, það er ekki alveg jafn sterkt og það sem að hrútarnir eru með undir beltinu. Það mætir fær Nanoið, er hins vegar bara slípaður og Big Sves Nanoður er slípaður líka. Það er vakinn. Vakinn upp og já, ekki var það nú gott, tók bæði Byrgilius auðvitað, Endertat til þess að svara, Big Sves tekur einnig viðbót, QRT og Snoopferret. Big Sves er rosalegur hér fyrir 5 af 6 leikmönnum. Big Sves, Genji Legend. Var þetta play of the game? 100%, Ég ég held bara að. fór að fullyrða það. Og já, Pardus ennþá með Graviton Surgeið. Hrútarnir eru í góðum málum hér, 1 mínúta eftir fyrir kartöflurnar. Kartöflur bara með Baptiste-glugga. Kúasmann hérna í hálfgerðu fyrirleik. Ekki með glugginn. Fyrir að toppa Sjáðu inn. Kúasmann, hann tekur út í bak. Glugginn nær ekki að gera mikið. Já, hér kemur Gulugaur. Nær að Shatter Endertat. Yes, er að skjóta hann tilbaka. Hann deflectaði. Gríðarlega vel gert og hér kemur Shatteri frá Fes. Nei, Endertat fyrirgefið á gulan gaur en Endertat er bara tekin út og 40 sekúndur eftir núna. Nú þurfa kartöflurnar að bakka og já, reyna að vinna síðasta bardagan. Pardus situr hins vegar ennþá á Graviton Surgeinu. Endertat er komin yfir á dífu hérna. Og þess má geta að Big Sves nálgast óðfluga annað blade. Gæti náði fyrir leikslok hér. Eða fyrir áður en við dettum í overtime. Sem var í rosalegt af því að Pardus er með Gravitonið og að bleita inn í það gætir hreinlega bara Bara að klára þetta. klára þetta map fyrir hrútana. Nú fer þetta á Endertat búinn að skipta yfir á dífu. Og já, bleitið er komið, spurning hvort það fer ekki bara að koma út leið og hann hættir að vera anti-aður. Hér kemur út grafið, bleitið líka og gulur gaur með geggjað Fire Strike. Og þetta lítur ekki vel út fyrir kartöflur, reynda flott anti af Byrgilius, skiptir ekki máli. Hann er Shatter aður og tekin út og hrútarnir komast í 2-0. Fáum væntanlega að sjá Big Sves í play of the game hérna. Villimaður er með sverðið. Nei, Endertat stelur því! Eina ferðina! Alltaf nær þessi maður einhvern veginn að fá play of the game. Fær Nanoið, nær þrefaldur Shatteri. Reyndar mjög vel spilað í Endertat þarna. Mjög svo. Tökum það ekki á honum.
Ég hefði samt viljað sjá Gentian. Og þá spurning hvað kartöflurnar ákveða að gera. Það eru 2 map types í boði. Assault eða Hybrid. Það eru nú kannski fáir sem að hafa preference fyrir Assault, þannig að mér finnst ágætlega líklegt að við fáum að sjá Hybrid map hérna. Já, en við gætum séð líka Assault hjá kartöflum því að þeir hafa oft verið mjög góðir á til dæmis Hanamura. Það hárrétt. Við ætlum að taka eitt highlight hérna á meðan við tökum örstutta close pásu og komum aftur á vörmuspori. Jæja, við erum mættir aftur. Það er alveg ljóst að næsta map verður Kings Row. Sem sagt, hybrid map. Hybrid, alveg eins og ég spáði. Já. Ekki taka það að mér. Nei, ég lofa. Já, og hér sjáum við að Rútar ætla að skipta út Big Sven's aftur fyrir Gumma. Fá hann inn aftur. Það er greinilegt. Gentian fær að bíða á bekknum núna. Já. Hybrid map, já. Ég veit ekki hvort að kartöflur hafa eitthvað illt í hyggju eða hvað er alltaf að gera hérna.
Kings Row, þetta náttúrulega, já, algengasta skrimmappið. Já, vinsælt mapp, mjög vinsælt. Ég held að þetta hafi komið út sem vinsælasta mapp Overwatch í eiginlega bara öllum könnunum sem hafa gerðar verið. Já, kemur mér ekki óvart, en það er mjög skemmtilegt mapp. Fínasta mapp. Og náttúrulega gott mapp fyrir það sem hefur verið virkilega vinsælt undanfarið er náttúrulega í lower ranks. Rein Zarya playið. Já, þau eru góði hérna. Lítið af high groundi fyrir sem að getur tröflað, bara áfram gakk. Einmitt. Og já, ekki slæmt vinst á mapp í rauninni heldur, sko. Nei. Það er alveg allt í lagi að spila double bubble á þessu líka. Það er það. Það er náttúrulega kannski ekki eins mikið high ground sem maður þarf að kontesta en náttúrulega það er mikið að vitta og hann getur oft fengið að skína í að reyna að loka á þar. Sjá að Hrútar ætla að byrja á að verjast. Já. Hrútar fá að vera bláa liðið þetta seti. Verður til í að búa Bretlandi? Já, en ekki London. Það? Ég held að það sé ekki mjög... Ég kann við mig hérna á Íslandi það sem er svona... Það er ekki ómikið af fólki. En það er eitthvað að gerast. Ok. Þú værir eitthvað svona Liverpool Manchester maður? Já, uppastað það, þó ég sé ekki mikið kannski Liverpool Manchester í fótbolta. Ekki þegar fótbolta kemur? Nei, en jú, flottar borgir. Ég hef komið á alla 3 staði. Ég hef komið til London og Liverpool og Manchester og ég held að Manchester sé bara ef ég ætti að velja. Já, ekki. Mér finnst London svolítið skýrt. Já, mér finnst Liverpool vera líka. En hérna erum við, sjáum við það að Hrútarnir ætla að taka Rein Zaryu. Reyndar engin Zarya hjá kartöflum. Nei. Greinilega örlítil pása hérna. Það fyrir lítið í gangi en smá leikli. Það bara meiri tíma til að ræða þetta. Ég meina Fes heldur sig á þessari Widow. Spurning hvort að kúasmalinn ákveður þá eftir að skipta til þess að, já... Kontesta smá? Já, það getur orðið erfitt. Það eins og hann gerði áðan. Já. Það spyrir hvort að Fes haldi sér á Widownu áfram eða hvort að sé bara að reyna á pikkina í byrjun. Kemur í ljós. Já, mér sýnist það. Halda ágætlega aftarlega. Já, fyrir á Tracerinn. Gott sjátt, Gummi á meginni. Það er náttúrulega mjög skemmtilegt að spila Mei hérna á Defense á Kings Row. Já. Fes kom inn aftur á Widow. Og kartöflan taka hérna high groundið. Flott rotation hjá kartöflunum. Já, og ætla væntanlega að reyna að koma öðrum vinkli frá öðrum vinkli en Fes segi ég. Fes nær flottu vinkli hérna reyndar taka sama vinkil og hann. Og það komin í bak á Fes. Fes kemur sér í burtu, hvað gerist hér? Fes... Kúasmalinn finnur Fes og hér kemur Shatterið strax frá Endertat. Og annað tikk komið í hús. Alveg að komast alla leið hérna. Alveg bara eins og skot. Og Gummi, já. En er tekinn út. Tekinn út líka, en Woody er ennþá hérna. Ekki lengur. Og kartöflur. Strax búin að taka fyrsta pointið. Frekar samfærandi. Virkilega samfærandi. Púsa hérna upp strax. Mjög hafðir á því. Það ætla að halda pointinu og ekki láta, ekki gefa Hrútum mikið pláss eftir. Halda virkilega framalega. Hrútar taka rotation, fara hérna herri með við þá. Eða hvað? Nei, hætta svo við að mæta þeim bara hérna niður í göttunni og Auddi finnur gulan gaur, lítur ágætlega út fyrir kartöflur og Auddi finnur kúasmalinn og Gumma hérna barda og pakka honum. Múti líka lítur virkilega vel út fyrir kartöflur inn og nær Partusi og kartöflurnar reyndar bara með 2 ult á meðan að Hrútarnir eru komnir með þau öll. Þannig að þegar Hrútarnir mæta tilbaka þá springur væntanlega allt í loft upp hér. Mikið af ultum í bankanum. Það er spurning hvort þeir ná að stoppa payloadi hérna áður en að þeir alla leið.
Þetta var áræðanlega að reyna það, gott blokk hérna endurtaka en Gulugaur. Næra að blokka þetta og Shattered tilbaka. Kúasmalinn notar hænunni bara til að reloada og hérna púsast hrútarnir inn. Notuðu reynda gluggan líka, notuðu 3 ult. En já, endurtaka notaði líka Shatterið. Og hrútarnir eru með 3 ult. Meðan að það eru 2 í boði hérna. Langt í öll hinn. Spurning hvort að, já, Gummi kemur með Blizzardinn áður en að Partus notar Gravitonið eða öfugt. Já, einhvern veginn mjög erfitt með að spá fyrir það en væntanlega er betur að nota Shatterið fyrst og, nei, Grafið fyrst og það gerist vissulega. Blizzardinn kemur svo inn í það og fristir alla. Eins og kemur bomba á móti. Finnur reyndar engan. Gulugaur að bara taka alla út hérna. Gulugaur var hérna með Lucio shieldið úr ultinu. Það var ekkert að gera mikið við hann. Allir frosnir eða fastir. Gerir þetta virkilega vel. 3 mínútur sem kartöflur hafa til að koma þessu hérna síðasta spölinn á point 2. Hér kemur út bíti frá Brynkilius og þá púsa kartöflunar að hartinn. Kúasmalinn hérna að lagast í bak. Gulugaur hins vegar með Shatterið. Finnur bara nánast alla í hinu liðinu. Og hrútarnir hella sér yfir kartöflunar. Gera þetta virkilega vel og já, hlaupa svo bara hátt upp. Gulugaur kominn aftur í fyrsta tjókið. Það er mjög erfitt að já, brjóta upp þetta tjók. Þegar liðið er komið nóg mikið pláss til að komast aftur alla leið þangað og getur það haldið hotninu. Kúasmall hins vegar er að lagast í bakinn aftur. Spurning hvað hann gerir. Já. Hann er ekki með ult. Fes hins vegar er með pulsebombið og gæti reynt að koma því snemma af stað. Kúasmall er bara rólur hérna, ekkert að gera hérna í bak ennþá. Snoop Ferris kominn aftur í mekkið. Hér kemur svo út Shatterið frá Endertat. Kúasmall er að fá ult núna. Spurning hvað gerir svona. Kemur pulsbomb og hann er með Shatter kombóinu. Svakalegt. Kúasmallinn og Gulugaur vinna vel saman hérna. Hér kemur Uddi hins vegar og klórar í bakið og sleppur 3. Partus að finnur hann á móti. Það eru Fes og Snoop Ferris þetta á móti. Gumma, Partus og Woody Moody. Spurning hvort að kartöflurnar ætla að fæta þetta. Já, sýnist að Endertat kom tilbaka og Brynkilius líka. Vinna væntanlega þennan bardaga. Partus er með Gravitons. Spurning hvað hann gerir við það. En nú eru restin af hrútunum að koma tilbaka. Þetta er að vera spennandi aftur. Hér kemur Gravitonið. Og hrútarnir virðast að taka enn eitt bardagan. Nú Ferret finnur þess að Woody Moody en ég held að sé ekki nóg. Eða hvað? 1 mínúta eftir fyrir kartöflur. Kúasmallinn kemur í bak. Lítur ekki nógu vel út fyrir kartöflur núna. Uddi einn eftir inni og já, endur þetta hættu við að koma sér tilbaka. 1 mínúta á klukkunni. Voðalega lítið af últum í boði. Það verður pure fightingur hérna. Stýttist núna í pulsbomb hjá Kúasmallunum. Já og Blizzard kemur strax út. Finnur engan. Gummi hins vegar kominn í Blizzardið. Ætla að koma ekki bara mjög fljótlega. Fes hins vegar hendur í pulsbomb líka. Finnur engan. Gummi ætla að hendi Blizzardið en lendi í vesenni. Kemur frá Blizzardið ofan í Shatterið hérna. Og aftur gera hrútarnir þetta gríðarlega vel en Brynkilius reyndar með mjög gott ult sem hægði á þessu en já, overtime komið og bara Fes eftir á payload og hrútarnir eru búin að stoppa þetta og núna þurfa kartöflur að verjast eins og þeir eiga lífið að leysa af því að ef ekki að þá eru hrútarnir staðfestir í úrslitin. Það er svoleiðis. 0-1. Switching sides. Initiating match. Hvort að, já, Fes ætlar að verja sem það vitt og aftur fyrst sinn eða hvort hann fer beint yfir í Tracerinn. Það er allavega erfitt fyrir hann að skipta hér. Mikið Ekki rétt. nema það sem bara er tekinn út.
þurfa eiginlega að reyna að halda þessi pointi svolítið til þess að kaupa sér tíma fyrir Street Face vegna þess að það er erfitt. Við sjáum hér að Fes er komin yfir á Junkrat og Uddi á Hanzo. Það verður gaman að sjá. Já. Mikið spam. Mikið spam, mikið gaman. Attackers incoming Fögnum því. in 30 seconds. Gummi verður svolítið að taka Reaperinn hinum megin. Sýnist hrútarnir ætla að spila mjög nálægt með Rein Sarju, með Lucio, með Reaper og já, það er áhugavert að sjá hvað kemur næst. Nei, Partus skiptir þetta yfir í Winston. Kannski bara, líklega bara til að sjá hérna. Fer örugglega aftur í Sarjun eftir smá stund. Sjá, eða hvað? 5, Kemur í ljós. Jú, hann fer niður. Jú, útlitt fyrir það. Já, Já, þetta er bara að voða... incoming. Defend objective A. Já. Kúasmanninn fer á Genji, Gummi er Tracer. Kúasmanninn ítir auðvitað af hægrándinu og tekur hann svo niður. Það tekur hann svo út þegar hann er kominn niður, segi ég. Gummi hérna Hrútarnir á kartöflum. Hrútarnir konur nánast allarleik fyrsta tikk. En fáir að falla. Partus með double kill. QRT endur það báða í einu. Já, það er ekki mikið eftir hér. Og tikkin fljúa núna inn. Partus og félagar halda pressunni. Og enginn getur snert. Og fyrsta pointið komið í hús. Og núna þurfa hrútarnir bara að komast, já, nánast alla leið. En ekki alveg. Guðlaugur ítir hérna djarfur upp. Og nú þurfa kartöflurnar að halda fast. Halda vel. Því að hrútarnir hafa mikinn tíma, 5 mínútur. Já, og 2 ult uppi. Og hér kemur glugginn frá þeim. Og ætli... Kartöflurnar fela sig bara bak á vegginn. Ég eftir smá stund. Kartöflurnar býja eftir glugganum. Það er gáulegt. Snoop Ferret hins vegar er á hægrándinu bakveð og hér kemur út Shatterin frá gulum gaur. Já, annars Shatter. Reyndar fær ekki mikið follow að báða. Kúasmanninn nær að finna auðvitað. Spurning, hvað gerist hér? Hangir alltaf bláþræði og Snoop Ferret lendir í vesenni. Endurtakt finnur ekki gulan gaur með Shatterinu sínu. Þó hann hafði ekki blokkað, bara hitt ekki einfallega. Hrútarnir í góða málum fara væntanlega 3 að pússa. Því það er ekki mikið eftir. Nú þurfa kartöflur að drífa sig tilbaka. Brinkilu skiptir yfir á Lucio. Veitti nær að koma tilbaka og snerta þetta. Spurning hvort að liðast nær að mæta líka. Snoop Ferret er með ultið og hann notar það. En það þarf eitthvað að snerta. Hérna kemur út Gravitonið og nánast enginn að snerta. 0,3 metrar eftir. En hrútarnir virðast vera að taka þetta hér eða hvað. Auddi og Brimkilíf senn á lífi hérna. Shatteraðir og Snoop Ferret drapað á niður en þetta er búið. Hrútar 3-0 kartöflur. Hrútar komnir í úrslit. Og kartöflur fara þá í, já, eiginlega annan undanúrslitaleik. Fá annan tækifæri eða ef að þeir vinna útlaga. Hér sjáum við gulan gaur. Inn í grafið, reyndar stönnaður hana. Já. Heldur svo upp í skildinum en fær svo að lemja vilt og galið. Náði hana backswing killið meira segja. Jæja, virkilega skemmtilegu leikur satt sem áður. Og að kartöflur á að gæla fengi úrslitin sem að þær vildu en já, spila þá bara við útlaga hérna beint á eftir í næsta leik og gætu þá verið hugsanlega að horfa á 3 leiki í röð sem hlýtur nú að taka ansi hart á hausinn á manni. Algjörlega, algjörlega. En gaman verður það. Við skulum ekki fara fram úr okkur vegna þess að þeir eiga ennþá eftir að spila við útlagana sem er engin lömb að leika sig við. Nei, alls ekki. Töpuðu einmitt líka gegn hrútum í gær. Þannig að það verður gaman að sjá hvernig þetta fer hjá kartöflum og útlegum. Við ætlum að fá hérna einhverja í viðtöl aðeins að heyri þeim hljóðið. Ég var að fá Guðlangaur frá hrútum, hérna í viðtal. Já, sýnist þér útlægt fyrir það. Svo er bara spurning, já, hver kemur frá kartöflum?
vel spilað hérna hjá hrútum. Já, mjög svo mikið af blokkum hérna hjá honum Guðrún Gaur, einmitt á shatterinn hjá honum endurtalt. En til okkar komin QRT, velkomin. Velkomin. Hæ, Jæja, hvernig hljóðið þið ykkur eftir þannan leik? þetta var þeir hefðu miklu meira æfingu, við vorum ekki búin að æfa nú mikið og við erum svolítið bara niðurdregin eftir þetta. Ok. Því nú ekkert að vera að draga þessu niður, þið eigi annan leik eftir hvað, klukkutíma eða svo? Já. Þannig að já, þið mætið útlögu. Ha, Já, þið fáið svo annað tækifæri. Ef þið takkið útlaga, þá hafið þið möguleika á að keppa við hrúta aftur og mögulega vinna þetta. já, Þetta er búið spil. við horfum á björtuliðin og reynum að vinna næsta leik. Áfram gakk og já, útlagar þá næsti leikur eftir það byrj klukkutíma. Hvernig leggst það í ykkur? Það er smá stressandi að vita ef við komumst áfram eða ekki. Já, útlagar eru náttúrulega sterkt lið. Töpuðu líka á móti hrútum í gær og duttu þannig já, úr kannski aðalriðlunum eða hvað svo má kalla. Já, Og mæta ykkur þá hérna niðri í loser bracket í umspili hitt sætið í úrslitunum hrútarnir þá komnir áfram. Hvernig fannst þér að mæta hrútum? Þeir eru náttúrulega glænýtt lið. Kannski vissuð ekki mikið það fyrirfram eða hvað? nei, við bara vorum ekki að búast við svona miklu erfiðleikum. Við héldum þetta myndi vera léttara en við vorum ekki að búast við þessu. Ok. Þannig að þetta kom ekki svolítið í opna skjöldu. Já, Myndirðu segja þessi söknuður á Meatloaf? það er, við erum núna með þjálfara minn úr öðru liði fyrir hann, en það er smá saknaður fyrir hann. Snoop Ferret búinn að koma virkilega sterkur inn og stóð sig gríðarlega vel bæði í dag og í gær. Já. Það er náttúrulega oft erfitt að fá inn nýjan leikmann þegar að maður er vanur að spila með einhverjum ákveðnum aðilum. Alltaf. En já, ég meina við óskum ykkur bara gríðarlega góðs gengis í hinum undanúrslitaleiknum sem þið takið þá óneitanlega eftir það byrj klukkustund og já, bara áfram gakk. Ég vona bara að þið svekkið ykkur ekki of mikið á þessu og mæti bara með hausinn í næsta leik. Já, við ætlum að reyna. Gangi ykkur vel. Takk fyrir þetta. Já, þá fáum við vonandi, já, Gulur Gaur mætti til okkur hérna. Velkomin. Takk. Hvernig syngur í ykkur eftir þetta? Þetta var bara, já, þetta var svakalegt. Já, Þetta var flott leikur. Takk fyrir það. Hvað ég er með nokkra spurningar til þín. Ég ætla að byrja á því að spyrja þig, er það að koma ykkur á óvart hversu vel hefur gengið? Ég meina þið eru búin að spila núna 3 leiki og vinna á alla án þess að tapa mappi. Er það að koma ykkur á óvart? Já, allan mér pínu. Mhm. Ég held að það myndi ganga að vera. Ok. Þannig að þið eru bara, já, tryggðir hérna upp í úrslitin. Eru þið allir strákar? Já. Ok. Bara vera vissum að ég sé að nota rétt fornöfn en já, þannig að þið eru komnir inn í úrslitin og ekki svona kannski allavega á stigatöfluna að sjá verið mikið erfiði fyrir ykkur að gera það sem þið hafið ekki fengið á móti ykkur stig. En þið eru búin að vera gríðarlega flottir. Hvernig fannst ykkur svona, ég meina, náttúrulega hérna á Ilios, Kúasmalinn stendur sig gríðarlega vel á förinni og karlmyndar virðast ekki að mikil svör við því. Var þetta úthugsað? Úthugsað? Já, ég meina, voru þið búinir að pæla eitthvað í því hvað karlmyndar spila? Ég meina, eru yfirleitt með Tracerinn, eru ekki, jú, náttúrulega voru með Makríin en voru seinir að skipta yfir líka? Vigfús, já, hann kom bara með 100 á fjöru. Og það virkaði. Hvernig, hvaðan kemur nafnið þitt? Af hverju heitirðu Gulur Gaur? Já, ég var á konsól, þá voru ég og nokkur aðeins strákar að gera svona lit og svo bæta við Gaur á endanum. Það er eiginlega bara staðan. Þannig engin skildleiki við Giljagur sem þetta. Ha? Já, það er gaman að þessu, þannig að
varst þú þá alltaf fyrstur og bestur og varst gulugur og svo kom rauðugur og svo grænn og blár og allir í rauð eftir því hversu góður þið voru í Overwatch eða var það bara eitthvað? Nei, ég var meira ekki fyrstur með svona nafn. Ó, já. Já, gaman að þessu. En já, þið fáið þá bara smá eiginlega pásu á meðan að kartöflur mæta útlegum og svo mætið þið öðru liðinu í úrslitunum þá í kvöld. Ég meina, þið eru búinir að spila við bæði liðin. Já. Er þið með eitthvað preference? Hvoru liðinu myndu þið frekar vilja mæta í úrslitunum? Ég myndi segja kartöflum. Þið viljið mæta kartöflum aftur? Já. Er eitthvað sérstaklega ástæða fyrir því? Ég vil ekki hljóma toxic, en við sást í sensta leik aðeins, main-tactive. Já, það var, þú varst alveg að ná að blokka mikið að setturum og settar tilbaka mjög vel í þessum leik. Takk fyrir það. Þannig ég skil þetta, en endur þetta nú ekki lamba leika sem með að við fyrir framistöðu. Nei, ég meina Endertat náttúrulega fær til mér svona play of the game á fyrsta mappinu. Nei, á öðrum mappinu segi ég. Og hann er eiginlega bara búinn að fá öll play of the game í þeim leikir sem hans lið hefur spilað hingað til og er náttúrulega mjög flottur RR-spilari en já, ég var að heyra að þú persónulega hefðir mætt inn í Overwatch og ekki vita mikið leikin en klifrað mjög hratt upp í master, það er rétt sem ég heyrði. Ég var alveg á konsól, mikið Overwatch. Já. En ég held bara að game sense kom yfir. Það spila mikið. Það hjálpar sérstaklega þegar maður spilar Reinhardt. Já, við kannski sleppum þá lausum en við þökkum við bara kærlega fyrir að koma og tala við okkur og við óskum ykkur bara til hamingju með sigurinn og Takk fyrir það. skemmtið ykkur vel í úrslitunum í kvöld. Takk. Jæja, þá er komið gott hjá okkur. Það verður pása til klukkan 6 og við segjum bara takk fyrir okkur og sjáumst náttúrulega næstu helgi en ég held að annarkvort Giljakur og Guttix eða Lilja og Fúsi taki næsta leik klukkan 6